Hæ, ég heiti Magnea, Prjónea og þetta er Prjónuspjall þáttur númer 5 og ætla ég að líta í fínu bókina mína. Þekki þetta kvót. Þetta er alltaf jafn dásamlegt. Lát mig vita, ef við duðu hverju þetta er. Í bókinni er ég búin að skrifa niður smá svona punta af því sem ég langar að segja frá, en það er alveg 2,5 mánuður síðan ég tók upp síðast. Finnst ekki svo langt síðan, en það er það. Alls konar búin að vera í gangi. Ég er leikskólakennari og með yngstu börnin, þannig að ég er búin með aðlögun sem gekk rosalega vel, dásamlega krakkar. Og síðan fór þetta bara til Slafa, þar sem að við vorum leikskólinn með öðrum kynningu og þróunarverkefni sem við erum með hæglæti í leikskólastarfi, sem er mjög skemmtilegt. Að segja ykkur kannski ólíklega meira frá því seinna. Já, svo bara ýmislegt búið að gera. Þannig ég ætla bara svona aðeins að fara yfir verkefnin sem eru búin, verkefnin sem eru á prjónunum. Ég ætla að hafa hérna gott pláss til að setja inn myndir því að ég er að taka upp á kvöldi til og það er dimmt. Þannig að litirnir sem þið sjáu eru ekki endilega réttir, þeir eru réttar á myndunum. En mér langar að byrja á að sýna ykkur peysu. Þetta er uppskrift sem heitir Hellnar eftir hana Döggu í litlu prjónabúðinni og uppskriftin fæst á litlaprjónabúðin.is og hún dásamlega Prjóna Sif, Nanna Sif, prjónaði hana fyrir mig og hún tekur að sér að prjóna hluti gegn greiðslu, en ég er með ofnæmi fyrir lopa, en samt eða bara með ofnæmi fyrir óþvegnum lopa. Þannig ef ég prjóna lopa þá fæ ég bara svona, eins og dýraofnæmi, augun verður bara rauð, en þegar er búið þóan, þá getur verið í honum. Og þetta er fína Hellnarpeysa mín og ég er búin að nota hana svo mikið, rosalega mikið. Hún er svolítið svona töff í sniðinu, beinar útvíðar ermar. Ég er búin að vera henni bara, já, eins og ég segi, rosalega mikið og mun nota hana mjög mikið í vetur. Þetta er algjör snilld. Sjókunni falleg. Sett líka fleiri myndir af henni, sjókunni sætt. Hún er prjónuð plötulopa og í dyrkana og þetta er munstur sko. Hún Dagga er náttúrulega einstaklega góð í að gera lopapeysu munstur. Þannig að þetta var svona fyrsta sem langaði að sýna ykkur, þó ég hef ekki prjónað þetta. Það samt vill þessi vera með, hún er bara svo falleg. Ég semst bara spurði á Instagram hvort það væri ykkur sem væri að taka þess að prjóna svona peysur og hún dásamlega Prjóna Sif hjálpaði mér með það og hún rosa mikið notuð. Já, og ekki bara, fór kannski ekki fram hjá neinum að Knitting for Olive var með svona góðgerðardag, þar sem er allur ágóði heil sólarhrings á sölu á garni, kannski uppskriftum, ég pældi ekki uppskriftunum, en allavega í garni fór til Gaza, mannúðar starfs á Gaza og ég er löngu búin að fá þess að senda ykkur, en ég er ekki búin að opna hana, ég er greinilega búin að vera að bíða eftir tækifærinu, en ég keypti Knitting for Olive Merino sem ég finnst algjörlega stórkostlegt gagn. Þetta er marsipan liturinn, þetta er það sama, ég held að ég keypt 4 af sama. Já, 3 með sústi og 4 af því sama og mér finnst þetta gagn það besta sem ég hef prófað í svona ungbarnaprjón og planið var svona að nota þetta, eiga þetta til fyrir ungbarnaprjón og þessi marsipanlitur er ótrúlega vinsæll hjá ungu fólki í dag sem er eiga börn, ungt fólk eins og ég sé ekki eitthvað gömul, en ég er að miskast ekki eiga börn. Þannig að mér finnst þessi litur rosalega fallegur og þetta garn er bara rosalega drjúgt og það fæst hérna á Íslandi, já, í gangi, en mig eins og mörgum langaði að taka þátt í þessum degi frá Knitting for Olive. Þannig að þetta hef ég fengið mér síðan við vorum hérna síðast. Ég var líka að spá ég að prjóna litla húfu, ég er einn í að nágranna og einn á leiðinni og ég hef prjónað eitthvað handa börnum sem fæðist í húsinu. Þannig ég prjónaði þessa sett mynd, litlu húfu, þetta er Hugaró. Eftir hana Knittinnu, Hugaró hjálmhúfa, frábær uppskrift, æðislegt snið,
prjónaði hana hérna úr silkisokkagatni sem vinkonu mín gaf mér einsinni þegar hún kom með frá útlöndum. Þannig að ég notaði nú bara mjög lítið þessa húfu þannig að það verða nú líka silkisokkar úr þessu gatni. En hérna ég átti nóga gatni til þess að gera bæði sokka og húfu. Það er mjög skemmtilegt. Þannig já, kannski eitthvað að þessu nýja Knitting for Ólöf gatni verði hjálmhúfa eða eitthvað annað. En ég geri alveg pottet eitthvað fyrir litla barnið. Já, svo var ég að horfa á YouTube um daginn og hjá henni Fanney systraböndum og ég pantaði mér jóladagatal frá systraböndum. Ég held ég hef aldrei keypt mér jóladagatal. Ég held ég eftir að gert eitthvað svona skipti. Já, við gerum eitthvað svona skiptidagatal, svona við gerum fullt af litlum niklum og skiptum nokkrar í prjónu. En ég held ég hef aldrei keypt mér. Það er minnst mjög langt síðan. Hún er með svona 13 daga. Og ég var að horfa á YouTube myndbandið hennar sem hún var að segja, hún væri með þetta og ég var svo spennt að væri til þannig ég keypti mér á meðan ég var að horfa á YouTube myndbandið. Svo seinna í myndbandinu sagði hún, það er svo afsláttur fyrir þá sem vilja kaupa strax en þá var ég bara búin að panta. Þannig að fljótfærnin, hún er alltaf með mér sko, þó að ég þykist vera einhver hæglætis gæla þá er fljótfærnin ekki farið neitt. Þannig að hérna, já, ég er búin að panta með dagatal, ég hlakka ógeðslega til og ég setur eitthvað svona skemmtilegt á Instagram og gerir YouTube-vídeó í lokinu eitthvað. Ég veit ekki svona nákvæmlega hvað er í því, það er örugglega eitthvað geggjagott, fallega litir eins og allt hjá systraböndum. Þannig að hérna, já, það erum að segja frá því. September var svo gulur september og í dag er 17. október og ég gerði smá svona listaverk eða garngrafverk í tilefni af gulum september. Ég er búin að hugsa ógeðslega lengi hvað mig langaði að gera í minningu vinkonu minnar sem hét Rósa Tóm og hún dó fyrir að vera ári síðan. Og ég er búin að hugsa, ég þurfa að hekla eitthvað, hún var rosalega heklkona, algjör listakona í höndunum, ég hekli og prjóni líka en hún bara heklaði mér að. Og ég er búin að hugsa, mér langaði að gera gaddgraf nálægt uppáhalds kaffistafnum hennar, mér langaði að gera gaddgraf nálægt það sem hún átti heima. En svo komst ég að þeirri niðurstöðu, mér langaði að gera gaddgraf eitthvað starra sem ég get auðveldlega komist og vitja listaverksins. Og hérna, ég er ekki búin að fara núna í 10 daga, eitthvað svoleiðis. Þannig ég þarf að fara að kíkja, ég get labbað hérna heima en það er líka stutt að keyra. Og ég ætla að setja hérna myndir og ég hef líka sett inn á Instagram vídeo af mér, setja upp verkið og hérna, en það er bara fær að standa og vonandi bæta fleiri við og það hefur dásamlegt fólk komið og hérna beðum bara, ég hef sendt fólki pinna af Google Maps hvar þetta er bara hérna í 110. Í skóginn, það sem hægt að minnast fólksins okkar sem að fór alltaf snemma og hérna og sjálfsvíg er eitthvað sem má tala og verður að tala og ég er rosalega þakklátt fyrir gulan september og ég er þakklátt fyrir allan stuðninginn sem ég fekk, ég var að gera þetta verk en það voru oft ógeðslega erfitt og ég stóð þannig oft grænjandi hjá þessu tré. En hérna, það er líka fallegt og ég vil tala Rósu og ég vil tala að lífið er alls konar og lífið þarf ekkert að vera auðvelt. En ég mæli með Píeta, rosalega flott samtök og flott fólk og að því gefnu eitthvað ungt fólk sé að horfa á þetta sem ég hef ekki hugmynd en ég hef engu að tapa, þá mæli ég með að kíkja í bergið, inn á bergið Headspace, þar er frí sálfræði þjónusta fyrir ungt fólk. Stórkostlegt starf. En þetta gaddgraf er mjög skemmtilegt og það er mjög gaman að hérna, búa til list með handafinu. Þannig að hérna, mæli með því. Oft þarf ekki að vera mikið, þarf ekki að auglýsa þetta neitt. Setja nokkra dúllur utan ljósusturinn sem þú labba fram hjá í hverjum degi þú ert að vera í vinnuna, setja hérna, prjóna utan
eitthvað. Þetta bara listi almenningsrýminu, mjög skemmtileg og eitthvað svona sem ég hef gert alveg oft en kannski langt síðan síðast. Þannig að, já, mæli með að prófa garngraffa. Jarnbombing þetta kallað á ensku. Ef þið vilja fletta þessu upp. Ég ætla ekki að tala sprengingar, líka augunum þínum við stjörnurnar. Mér duga hér enga myndlíkingar. Þú ert svo miklu merkilegri en það. Ég vil þú vitir að ég mun elta þig út alla ævina, alveg sama hvert og hversu hratt tíminn hleypur. Ég bið ekki stinga mig af, ekki stinga mig af, ekki stinga mig af, ekki stinga mig af, ekki stinga mig af. Það verða freistingar, snjókoma og leysingar, en þegar steðjar að óttinn við það að mistakast. Sjáðu tækifæri til að læra af. Það verður sorg og sút, þú munt vilja stimpla þig út, fá í magan hnút, setja á varist út, kissa, gráta og láta röngu orðin út. Og inni þá ég verð þér hjá og legg þér lið, reisi þig við, reisi þig við.
Eftir 8 stuttar mánuði þá yrðum við 3. Ég og þú, við erum besta saga sem að hefur verið sögð. Það þú sem ég vil hafa þegar veröldin höfð. Ég veit það nú, það bara þú, já, bara þú. Svo skal fyrir þér, svo skal fyrir þér. Keypti til dæmis gulan, hvað það? Ananaslungur var litur frá Eddu Lilju, keypti hann hjá henni. Hún var með svona pop-up búð og event í Hafnarfirði sem var mjög skemmtilegur. Keypti hjá henni svona gullgatn og það var hluti af verkinu og hluti af verkinu. Ég er að vona að fá endla að standa með svona gattgraf, þá veit maður ekkert hvort einhverjum þetta í huga skemma. En það er bara partur af því að sauma það saman aftur og laga það. Og rosalega blautt, það rigndi rosalega mikið í september, þannig að oft þegar ég var að sauma eitthvað við þá var það mjög blautt. Þannig að já, ég keypti mér það gatn og það fór strax á tréð. Þetta mynd hérna af sokkum sem ég var að prjóna, sem sýnishorn fyrir Dranga í stúdíó og rendur á Sauðárkróki. Ég fór nefnilega þangað síðustu helgi og var með prjónanámskeið 3, hælanámskeið og vá hvað það var skemmtilegt. Ég er svo þakklátt fyrir að þær buðu mér að koma og hugsaði svo vel mig, ég var algjör deguróa og þetta var mjög skemmtileg helgi. Það eru rosalega margir búin að biðja námskeið á höfuðborgarsvæðinu og ég er bara aðeins að vinna í þessu. Ég lendi óvænt í smá aukavinnu með öllu öðru, með lífinu. Þannig að það kemur. All in good time, eins og ég segja hansku. En ég er sérst núna ég er búin með eitt svona par og er að gera annað. Nema núna er ég að prjóna sokkana tá upp. Ég gerði hitt stróf og niður, ég er búin með fótinn, þetta er svona silki, remi og ullagatn sem þetta er pinta og það er bæði til svona handlita og líka innlita. Fattaði núna, ég hefði látt að grípa mér innlit pinta líka hjá þeim, en ég pantaði bara, það vitið þið hvað þjónustan hjá rendur er hröð. Bara pantar og þetta komið strax, samt er út á landi. Mæli með uppáhaldsbúðunum mínu núna. Þannig að ég er bara komin að þeim stað þar sem ég geri hæl og ég ætla að gera fish lips kiss eða fiskakossahæl á þessa. Alveg svo gerði hinna sem ég prjónaði frá niður. Þannig að þetta er á prjónunum. Kannski sýna ykkur bara áfram hvað ég með á prjónunum. Ég var sérst að prjóna sokka og ég prjónaði á saman tíma. Þeir eru alveg eins, nema þeir eru úr sikkur í gatninu. Alveg, þetta eru 2 litra gatni og þetta eru aðri 2. Þannig að á sem bleika, við byrjum á því að þá er sérst skærbleiki, heitir út á galeðina og er Merino Mohair sokkagatt frá Vastnes Yarn sem ég keypti mér. Og röndótta gatnið er Barbie Girl, sjálfsmynstrandi sokkagatt frá Hex Dyeworks, þannig að það prjónast svona. Þannig að þetta eru litirnir í fyrri sokknum og það verður annar. Alveg eins, ég byrjuð að fytja upp og hinn er líka úr sjálfsmynstrandi garni frá Hex Dyeworks, jólagarni sem heitir Leiðindaskjóða og er þetta rauða og slettótta. Þannig að það er svona. Svo reddaði vinkona mín með svona West Yorkshire Spinners sem er mjög gott sokkagarn, svona alveg jólagrænt. Þannig að hérna er sokkaparið, ég prjónaði þetta á saman tíma,
en ég ætla að gera og að byrja á hinum sokkunum og ég ætla að prjóna það á saman tíma. Þannig að þetta verður allt saman eins. Það er svolítið skemmtilegt að það sem gerist líka er svona ákveðin kostur að þegar maður er að prjóna tvennt í einu og þá ef maður er ekki búin að skipta garninu í 2 hnykla eða með 2 hnykla eða eitthvað þá vindir svolítið upp á það, en núna var ég bara að prjóna og græna og bleika og svo þessu röndótt og þessu röndótt að þá kom aldrei neitt snúningur. Þannig að þetta var ógeðslega skemmtilegt og svona random verkefni, en þetta er í vinnslu þannig að það eru 2,5 sokkapör tilbúin í þessum en hugmyndin kom pínu því ég byrjaði að prjóna þessa sokka daginn. Þetta er bleikur október sokkaparið mitt. Svo þetta er par. Þetta er algjörlega sikkvort garnið. Fish Lips Kiss hællinn góði. Þetta er Húba Búba sokkagarn base frá systramöndum og þetta er Garnival, sérst illa bleiki liturinn. Garnival 2025 liturinn frá Eddu Lilju og þetta er sko par. Þannig að já, en mér langaði pínu fyrst ég tróði þessum sokkum á þetta. Ég nota ekki alltaf þessa strekkjara, alls ekki, en til móta sokka mjög fallega fyrir myndatökur og líka bara svona áður en maður gefur þá þegar maður þvoði fyrsta skipti, en ég á sko sokkastrekkjara, sem er bara svona járn, sem ég keypti í Maró fyrir 100 árum, þeir eru mjög fínir, en svo fékk ég þessa frá mákonu minni held ég afmælisgjöf fyrra. Og þetta sést örugglega ekki, en það er svona, komur svona sprungur í viðinn. Þannig að þegar ég set sokkana á, þá er þetta svona hrjúft og þetta rífur í þá. Og ég var neyðist örugglega til að pússa það, en mér stókst það leiðilegt að eitthvað sem er væntanlega hannað til að setja pínu blauta sokka á, þeir eru ekki rafmandi blautir, ég setja á í vélina og setja á vindingu og allt, þannig að þeir eru bara rétt að þorna. En þá er blautir sokkar búin að skemma sokkablokkarana sem segir mig pínu að, og ég vil ekki nota það, nú vil ég ekki setja sokka á það því að það bara dregur til í þeim. Er eitthvað starf að fá svona úr plasti? Eða, ég vil ekki nefnilega plast, en minnst þeir eru svo fallegir og þeir hanga alltaf bara í prjónahotinu mínu, en þeir eru samt ekki að skemma sokkana. Minnst það ekki alveg vera rétt sko. Þannig já, það var svona pæling með þessu flippaða sokkapari að þá prjónaði ég aftur. Prjónaði á saman tíma, þetta er par, en það er bara sikkvort garnið. Binda sokkarnir eru í þessum, þetta er mikið uppáhaldspóki. Sock Knitter for Life frá Vestnitz. Hvað ég segja ykkur meira? Svo margt á listanum mínum. Já, ég var með námskeið á Sauðárkróki, hælanámskeið, fiskakossa hællinn, Fish Lips Kiss hællinn og eftir á Ísætturhæll. Og svo voru líka með svona prjónakvöld, þar sem við vorum bara með spjall sokkaprjón og alls konar prjón og voru ógeðslega gaman. Ég dásamlega konur sem ég kynntist helgina. Það kom einn frá Húsavík. Þess að koma á námskeið hjá mér, sem er alveg magnað. En það lærðu allir og það prjónaðu allir hæl og ég bara peppaði þær sko áfram í sokkaprjónu. En ég fór náttúrulega ekki tómhent út úr, ég hef búin að vera gaddbúð og fallegri búð, Drangey Studio. Þetta er í rauninni 2 fyrirtæki, Drangey Studio sem hún ólínaði með, sem er með alls konar fallegar snyrtivörur, heimilsvörur og bara alls konar. Svona húðvörur og annað. Og svo eru rendur.is sem er gardbúðin. Svo það eru systur, Helga Rut Ólína og svo er Rannveig systir þeirra. Hún er líka handlitagatni sem ég sýndi áðan í sokkunum. Þetta græna og gula og fleiri og það fæst hjá rundum. Þannig ég hef búin að sitja í þessari búð allir helgina og virða allt fyrir mér og skvísurnar voru náttúrulega búin að kaupa sér svolítið að fallegum töskum frá Redesign sem þetta merki og þetta er þessar töskur svolítið svona sem leggja svona alveg flatar og svo líka rosa mikið af flottum svona hulstrum fyrir auka hluti og prjónaveski og svona. Það er nú kannski alveg mögulega næst á listanum hjá mér og en svo líka voru sem að kaupa sér svona hliðatöskur
sem eru svona ferkantar en eru með ólum, en ég keypti mér svona litla og þetta er nýja snyrtibuddan minn bara fyrir make-upið mitt og þá liggur það bara allt svona hérna voða flott og hérna gott svona til þess að leggja niður því maður er oft, þú veist, ég er rosa mikið oft í sundi og ræktinni og stundum bara að græða mig í bílnum og eitthvað svona aftur fljótfarðin og mér liggur svolítið á, þannig að já hún er svona græn og falleg, ég á sko einu stóra líka sem ég fekk frá Maró en ég keypti mér þessa hérna í röndum helgina og ég er mjög ánægð með hana. Fullkomin snyrtibudda, þetta er til í öllum stærðum og svo flott. Ég ætla að tala þessa peysu, ég veit að ég er alltaf að tala þessa einugól og ég próna henni aldrei, en ég tók hana með sögubrók, vitandi að ég myndi eiginlega ekkert próna í henni. En ég komst eiginlega að því að ég held að ég sé að prjóna með of fínum prjónum ermarnar. Ég virðist prjóna lausar fram og tilbaka heldur en ég geri í hring. Þannig að ég held að ég ætti að fara tilbaka, nota grófari prjóna og ég held að munstri, ég veit ekki hvort þetta sjáist, en mér finnst þetta bara einhvern veginn miklu fínna heldur en þetta. Og ég vil heldur ekki hafa ermarnar þröngar. Ég er ekki búin að gefast upp á henni, ég verði í þessari peysu einhvern daginn, en það er ekki strax. Í síðasta þetta sýndi ég ykkur gatt sem ég keypti í Portugal. Retro Rosaria Pomar og ég ætlaði að prjóna mér húu sem ég gerði þegar ég fór til Bratislava. Þá var þetta ferðarprjónið. Þetta er Nittobúl húa, bara svona og langaði að hafa svolítið svona þykkan kant, hlý í vinnuna og þetta var hæslega hugmynd og úrtakan, sjá hvað þetta er flott. Finnst þetta sjúklegt. Þannig að já, ég bara gerði pröfu, Nittobúl og gerði það eins og mér var sagt. Hún er ennþá pínu stíf út af að ég er ekkert með að nota hana mikið, það er ekki búið að vera það kalt, það þurfi húu allan dag í vinnunni, en þetta er sko æðislegt gatt. Og mér sýndi ykkur síðast, ég keypti svona röndótt sokkagatt, ég var Retro Rosaria og sést illa en það er svona grænn og vínrauður og appelsínugul litur með. Og þetta er ekki með styrkingu og ég hef prjónað sokk úr þessu og á son minn þá fyrir nokkrum árum og þeir kláruðust mjög rætt, það kom bara gat. Þannig ég fór í storkinn og keypti þetta sterka sokkagatni og var að spá að þessi sokkar eru kannski svona hérna fóturinn. Ég mun að læra mjög mörg nöfn, sokkbólurinn, sokkkilvan, fóturinn. Fram uppleisti, þú veist, ég er búin að heyra alls konar, en þú veist, sokkurinn er svona, þannig að þetta væri hérna stroffið og sokkbólurinn og svo kemur hællinn og framfóturinn og táinn úr þessum, þetta er svona svolítið svona dempaður appelsínugulur. Kannski verður það flott, eða þau gerir bara eitthvað allt annað úr þessu, en svo keypti ég líka svart hérna. Skott að eiga gott svart sokkagatt. Sérstaklega ef ég er að gera við sokka eins og fyrir pappa eða svona mig. Já, aðeins hérna. Ég er svo aðeins að prjóna dúkkupeysu úr einhverju rúmfatarlagaskarni. Það var einmitt svona leikjur, en dúkkupeysu eftir Sunnu Maríu, hún heitir Píva og ég er að auka út núna og svo kemur Pívan frá Babyborn. Systir dóttir mín sem sett 5 ára fekk Babyborn í afmælisgjöf og mér langar svolítið að prjóna peysu og ég prjónaði mitt á þessi systir dóttir mína, þetta er hérna sett, vettlinga og sokka, þurrkarinn syngur, verður ykkur góðu, úr svona fíngeru sokkagarni sem henni var mjög flott og ég held bara hvítu arvetta með, eða einhverju svona meira en ull með, þannig að það er aðeins grófara en hún geri sokka og vettlinga nittobúl.com að sjálfsögðu og gaf henni afmælisgjöf. Svo hérna var ég með þetta helgina og mér langar kannski út af því að þetta var hérna í prjónakörfunni minni. Það var sýningur að það er svo sumir sem spyrja hvað gerir maður úr afgangssokkagarni. Hérna er ein hugmynd. Ég gerði fyrir nokkrum árum á dóttur mína. Þetta er bara svona ringtrefill. Mér minnir að ég hafi fitjað upp á
120 lykkjum eða eitthvað. Og ég prjónaði bara hring eftir hring. Ég gerði hérna uppfit. Hvað uppfit gerði ég? Hvort ég fitjaði upp bara snúru. Manna ekki. Og endanum þá, þetta er ekki slett saman, þetta er ekki alveg hringur. Þá sneri ég þessu og lykkjaði svo saman. Og ég man ekkert hvar lykkjunin átt sér stað. Ég getum örgulega fundið það, nei, ekki. En já, þetta er svona ein hugmynd. Þetta er bara fingering, hérna. Garn, hring eftir hring. Getur orðið svakalega hlýtt og flott. Hún er náttúrulega unglingur í dag, hann er ekki séns og notið þetta. En hérna, svona ein hugmynd af því sem er hægt að gera úr afgangssokkagarni. Mæli með. Já. Ég ætlaði nú örugglega að segja eitthvað meira. Já. Ég keypti mér ekki bara þessa snyrtitösku. Ég nefnilega keypti mér líka garn í Ungfrú Eyjafjörð. Jöp. Keypti mér það í Röndum á Sauðárkróki. Keypti mér brúnt alpaka fínó, sjúklega mjúkt garn. Og svo keypti ég hérna Tríó 1 sem ég ætla að halda tvöföldu, keypti tvöföld í Ungfrú Eyjafjörð. Og það er sem sagt peysa sem ég hef búin að sjá oft, en það var ein sem heitir Elva sem var með okkur á laugardaginn á námskeiðum og hún var í sinni og þetta var bara svona, þetta svo sparilegt og flott og sparileg og falleg flík. Þannig að ég ætla að prjóna mér brúna peysu, ég hef aldrei átt neitt brúnt á ævinni. Fæ manni minn til þess að vinda eitthvað af þessu upp helgina. Ég er sko rosa upptekin helgina og ekki einu sinni í þessar aukavinnu, bara í lífinu. Þannig að ég ætla að vera með svona brúna peysu sem er einhvern veginn sannfærð að muni fara mig vel. Hún er ekki svört, það er alveg. Ég er mjög svört típa, nota yfirleitt mikið svörtu. Þannig að já, brún peysa verður það. Úr þessu, alpaka fínó og Tríó 1 og svo var hún Ólína, svo dásamleg, hún á Drangey Studio á Sauðárkróki og hún gaf mér sko uppáhaldssápuna mína, nema það er nýjung, hún er með lavendar lykt, svona náttúrulega lykt. Ég nota þessa ullarsápu á allt. Bæði í vél og handþvotti og líka bara ef ég er að þvo sjal og nota lykkjubleyti, setja þetta alltaf. Þó eitthvað sem ég veit að viðkvæmt, þá nota ég þetta. Ég nota þetta bara í allt. Mæli með. Og svo gaf hún mér líka Universal Spray Fresh Lemon Scent. Ég er alltaf með svona spray í eldhúsinu, mér finnst það bara eitthvað stemming. Góð lykt. Ekki mjög kemísk, enda er þetta náttúrulega vörur. Postell kynntist ég fyrir nokkrum árum þegar vinkonur mínar voru með taupleiðuverslun og voru að selja þetta. En þá var Drangey líka flytið inn og það er fengur þetta hjá henni. Og hérna, já, takk fyrir mig. Ég elska Postell og sítrónusápan uppáhalds og svo er víst fótakremið sem hún selur á Drangey Studio. Það er víst það besta og ég er eiginlega búin að ákveða að ég ætla að gefa, þú veist, mamma og pappa og hérna tengdó svoleiðis í jólagjöf. Mér finnst það mjög sniðug gjöf. Það elska allir fótakrem eða það ættu allir að nota fótakrem sem þurfa það. Þannig að það tala allir um þetta. Þannig ég ætla að kaupa það fyrir jólin og gefa það. Ég gef nú ekki marga jólagjöfur en ég ætla að gefa fótakrem jólagjöf. Og bara til hamingju mamma, þú veist núna hvað færði í jólagjöf. Sem bara hlæg. Það sem ég er líka með á prjónum, sem er svolítið skemmtilegt. Ég er náttúrulega með hann sokkasnák, ég er bara með hann svolítið lengi. Og hann, þessi hæll, sko þegar ég er að kenna sokka, að hæla prjónun áski, þá hérna vil ég alltaf prjóna hæl með þeim nemendum mínum til þess að það er svona
Minnst ég bæði geta útskýrt betur hvað ég er að gera með því að vera að gera það sjálf og svona sirka hvað tíma það tekur. Og þannig að á þennan snák var þessi hæll sem er ekki eftirávísettur hæll heldur fiskikossahæll, prjónaður á Blönduósi, prjóngliðinni. Þannig ég ætla bara að klára þetta gat og sjá hvernig ég get látið þetta passa. Einhvern veginn passar þetta. En svo er með þannan sokkasnák sem vinkonum minga með. Hann er svolítið flippaður. Hann er líka komið 2 hæla. Hvernig verður þetta af sokki, Magnea? Jú, þetta verður 2 par sokkum. Táin fer hér, ég er búin að mæla fyrir henni. Og svo er bara hællin hér, þannig að það komur inn í 2 tær hér. Þannig að sokkarnir verða svona speklaðir. Það verða ekki alveg eins en samt eins. Svo er þetta afgangurinn og þetta verður hitt parið. Þannig að maðurinn minn fær svona sokka. Talandi manninn minn, hann er að gera eitthvað krútlega hefð með því að fara til útlanda og kíkja í prjónabúð. Hann fór í pönk-lóðaferð með vinum sínum daginn til Dublin og hann fór í prjónabúð og hann fer í prjónabúð og biður lokal sokkagat. Hann þekkir mig mjög vel. Og þessi búð heitir, This is Knit, heitir búðin, en handlitarinn heitir Townhouse Yarns. Og hann keypti Calendron sokk, 80% Superwash merino, 10% kaspir og 10% nælon. Og hann er svolítið svona, út af því það er bara 10% nælon sem er ekki sérstaklega mikið, en svolítið vel spunnið, mikill snúningur og ef það er svona mikill snúningur á gatnið þá þýðir það yfirleitt að sé sterkara. Og haldið hann hafi bara keypt einn. Nei, hann keypti þennan og hann keypti þennan og hann keypti þennan og hann keypti þennan. Þannig að hér var að sokkar, prjónaður. Þetta er svakalega fallegt. Já, svo eru margir búin að biðja mig að gera vídeó hvernig maður setur 2 hluti á 1 prjón, prjóna 20 í einu. Ég ætti ekki að gera það. Það er líka vídeó á YouTube sem heitir 2 hlutir á 1 ringprjón og er mjög gamalt vídeó en það er bara mjög fínt og ég notaði það þegar ég var að læra þetta. Komum samt að helgina að gera þetta ekki allir nákvæmlega eins, það er bara í góðu lagi. Já, ég eftir að sýna ykkur þessa sokka sem ég talaði um í síðasta vídeói sem eru Vassnes merino nælon garni. Þeir voru mig, þeir eru svakalega fallegir. Þannig að já, ég held ég sé búin að tala um allt, þannig að ég er að prjóna svolítið sokkum og innikólu og dúkkupeysu. Svo ætla ég að prjóna Ungfrú Eyjafjörð. Svo, út af ég veit að vinkonum mín horfir aldrei á það, svo langar mér svolítið að gera fyrir hana einhverja vesti eða peysu, hún er að vera 40 eftir áramót. Eitthvað svona sparilegt til hún sem ekki skvísa. Ef hún tekst rosalega vel Ungfrú Eyjafjörður á mig, þá kannski ger ég á hana svoleiðis. Annars er ég með smá prjónu á sunnudaginn, 19. Ef þú sér þetta fyrir þann tíma, senda mér skilaboð á Instagram og velkomin prjóna nálægt heimilinu mínu. Já. Annars held ég að ég hafi ekki meira að segja núna. Ég fylgst mér á Instagram. Jú, svolítið gaman. Ég var að setja afganga. Þetta er bleika silkigarn sem ég var að tala um á hann. Hérna er svona, setja allt afganga sokkagarnið mitt í þessa fallegu körfu sem amma mín átti. Bara svona aðeins til að horfa á það. Það er allt svona átekið sokkagarn. Margt fallegt, sko. Þetta er röndótt, sjáðu. Þetta er líka röndótt. Þessi er aðeði. Já, alveg efni í sokka, sko. En það prjónaði rosa mikið af sokkum. Minnst ég eitthvað búin að vera astnaleg. Skemmtilegt að ég endaði síðasta vídeo og ég hefði ekki sjálfstraust í að
taka svona upp og núna finnst mér ég bara búin að vera asnaleg. Klukkan er allt of mikið á föstudagskvöldi og ég held að fólki sem ég bý með, fjölskylda mín, sé örugglega bara hérna á húnunum að bíða. Það er alltaf leið. Takk fyrir að horfa. Sendi mér skilaboð ef að þið sjáu þetta fyrir 19.8. Þú getur komið í prjóná. Svo bara vonandi líður ekki svona langt. Þannig að sýnir fyrir næsta þætti og ég verð kannski með eitthvað ennþá meira sýningur að segja ykkur frá. Takk í dag.